velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Nú hefur liðið mánuður frá síðasta þætti. Ég var að ferðast og hafði nú svo sem ekkert mikið að segja frá, þannig ég ákvað bara að sleppa þessum þætti sem átti að vera hérna fyrir hálfa mánuði síðan. En hér kemur nýr þáttur. Já, ég er ekki með neitt klár, en ég er búin að byrja svona á ýmsu. Og ég ætla að sýna ykkur svona hvernig það gengur, hversu langt ég er komin. Byrja á peysunni sem ég er að gera fyrir strákinn minn. Búin hérna með bolinn. Keypti ullagarn hjá þeim í garnigangi og yndislegt að prjóna þetta og þetta verður svo jafnt prjónað. Þannig að ég er mjög hrifin af þessu. Þetta er í staðinn fyrir lopapeysu. Hann á náttúrulega lopapeysu sem ég prjónaði á hann fyrir nokkrum árum, en finnst það svolítið óþægilegt. Þetta er svona, hvað segir maður, hún klæjar undan henni. Þannig að hann bað að ég myndi gera aðra. Og það er þessi hérna sem ég byrjuði á. Hann valdi gráan og grænan lit í munstur og það verður svona zigzag munstur, en ég á eftir að finna út svona hvernig munstur við gerum. Ég bara býð það einhvern veginn til, en ég er að gera þetta alveg eins og lopapeysuna í sömu stærð og peysan hans er, nema ég síka aðeins ermar og bolinn, en annars er ég þó bara að fara alveg eftir stærðina á peysunni. Það næsta sem ég ætla að sýna ykkur, það er peysa á mig. Ég er orðin rosalega eitthvað mikið í því að prjóna peysur á mig. Bara ég skil ekkert í mér. En það er bara fínt. Þetta er uppskrift úr prjónublaðinu Tinnu. Ég er ekkert með blaðið, ég var búin að sýna ykkur það áður. Og þetta er svona verður svona röndótt. Það er að segja, sléttalykkjur, 5 lykkjur sléttalykkjur og svo perluprjón 7 lykkjur hérna á milli. Þetta er sem sagt helmingurinn af framstykkinu og hérna er hinn helmingurinn. Síðan á að sauma þetta saman en svo kemur vaffhálsmál hérna. Þetta er rosalega gott bílaprjón, þessi peysa. Og það er nefnilega fínt að hafa þetta svona bara í nokkrum stykkjum, að þá er ég ekki alveg með bara heilan búk. Ég til dæmis myndi nú varla nenna að prjóna þessa bláu, hafa þetta allt í fanginu hjá mér og prjóna þar svona ullagarna því nú er alltaf svo gott viður. Nei, ég segi svona. Þannig að ég er komin með sem sagt nokkurn veginn framstykkinn og er búin að fitja hérna upp á bakstykkinu og þar sem ég er að fara aftur í smá ferðalag að þá ætla ég að hafa þetta með mér, bakstykkið, og komast svolítið áfram í því. Ég er að prjóna þetta úr tvöföldu holstgarni og þetta er sem sagt 55% ull og 45% bómull. Þannig að hún ætti ekki að vera eins hlý eins og þær peysur sem ég hef verið að gera undanfarið. Og þá held ég geti nú kannski nota þetta svona betur. Þetta væri líka jafnvel sumarpeysa. Það kemur í ljós. En eins og ég segi, þá er þetta bara mjög gott í bílinn. Það er lítið sem þarf að hugsa við að prjóna þetta, nema svo sem ég hef nú alveg lent í því að vera búin að prjóna og svo er einhverjar perluprjónslykkjur, svo er einhverjar brugna lykkjur hérna. Og þá hef ég bara rakið upp lykkjuna niður og tekið hann upp aftur. Það er ekkert 100 í hættunni. En svona, ég þarf alltaf reglulega að leggja þetta svona og sjá, skoða munstrið hvort það sé ekki allt í lagi með það. Því ég hef alveg lent nokkru sinnum í því að gera vitleysu og þurfti að laga.
En það hefur minnkað. Þetta var náttúrulega aðalega fyrst. En nú náttúrulega þegar ég er búin að prjóna svona 2 stykki þá þetta komið svolítið í svona minnið og gengur þá bara betur. Sokkaáskorunin hjá mér að prjóna 1 sokkapar í hverju mánuði. Ég er ekki búin að sýna sokkana fyrir júnímánuð. Ég man ekki hvort ég var búin að sýna hvaða sokka ég var að gera, en þeir eru sérst hérna í þessum poka og ég er ekki búin með þá. Ég er sérst komin hérna, þetta er gagn úr sokkaklúbbi Sveinu og ég er búin að gera hérna hælinn en stoppaði af því ég ætlaði að gera hinn sokkinn líka og vita hversu langt ég kemst í garninu af því ég er svolítið hrædd að þetta sem er hérna, að það dugi ekki til þess að prjóna parið. Þannig að ég held að ég þurfi að kaupa meira garn og þá þarf ég náttúrulega að kaupa einhvern veginn öðruvísi því að þetta garn fæ ég ekki neitt í búð. Og hérna, ég ætla að finna þá bara garn og gera þá bara röndótt hérna frá hæl og fram í tá eða eitthvað, ég á eftir að finna út úr því. Ég ætla að sjá til hvað verður eftir af þessu garni þegar ég er komin með hinn sokkinn jafn langt og þennan og sjá til hvað verður mikið eftir af þessu garni og finn þá út hvernig ég ætla að klára sokkana. En þetta er sem sagt uppskrift úr 52 Weeks of Socks. Hérna þið sjáið, hér er svona gatamunstur. Hérna, þeir áttu allir sokkurinn áttu að vera í gatamunstri. Þetta vafðist nú svolítið fyrir mér og ég bara nefndi ekki að gera þá alla í þessu gatamunstri. Þannig ég bara gerði smá part hérna, einhverja 3-4 cm og fór svo bara að gera slétt. Leyfa líka bara svolítið litunum í garninu að njóta sín í svona sléttu prjóni. En allavega þetta er svona smá synd hjá mér að vera ekki búin með þetta. Ég tók þá fram núna í seinustu viku og ætlaði nú aldeilis að klára þá fyrir þessa upptöku. En ég hafði tekið svo vel til heima og sett bókina 52 Weeks of Socks á eitthvað svona rosalega góðan stað að ég gæti bara ekki fundið hana. Og þá gæti ég ekki haldið áfram af því mér vantaði munstrið hérna. Hvernig það ætti að vera gert. En ég var að finna bókina í dag þannig að ég klára þetta vonandi fljótlega. En ég byrjuði á júlísokkunum. Þá ákvað ég að vera ekki að gera sokka úr bókinni, heldur kíkti ég hérna ég á svona nokkrar uppskriftir í möppu sem að mér eru langað til að gera sem ég á svona sankað að mér í gegnum tíðina og ég ákvað að prófa þessa sokka, og þetta eru þessi sokkar hérna, Vanilla Latte Socks. Þessi eru svolítið röndóttir með mismunandi garni sem væri svo sem fínt í afgangaprjón en ég átti sem að ég fékk í jólagjöf þá fékk ég þessa hérna 2 liti og ég ákvað að gera sem sagt röndótt og nota bara þessa 2 liti og ég er búin að gera þess að ná hérna blikkjum. Ég er búin að gera sem sagt annan sokkinn hérna og hælkappan og byrjuð á hinum hérna og ég er að prófa eitt nýtt í þessum sokkum. Þegar ég byrjaði á þessum sokkum þá var þetta bílaprjón. Það er að segja ég var að prjóna þetta sérst á ferðinni og ég prjóna ekki með sokkaprjónum í bíl. Þannig ég ákvað að prófa að prjóna þetta með Magic Loop
með svona bara með hringprjón og það gekk alveg bara furðu vel. Þannig að ég þarf að klára þessa og þannig að ég hef þá núna 2 pör af sokkum til þess að klára. Það er nú ekkert svo mikið eftir á þessu, bara frá hæl og fram í tá á báðum sokkum. Ég held að það taki nú ekkert neitt rosalega langan tíma. Og svo eru hinir sokkarnir það sem að þeir eru líka úr grófari gatni, þannig að ég verð nú ekki lengi með það. Já, svo ég klára að segja ykkur frá prjóninu að þar sem að ég er að fara núna í ferðalag og á eftir að sitja svolítið marga klukkutíma í bíl, að þá var ég að spá ykkur að þetta væri nú nóg fyrir mig. Þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur núna. Og ég held að ég sé ekki að prjóna sokkana í bílnum, að þá ákvað ég að fitja upp á niðri peysu fyrir mig. Ég var búin að horfa á gagn sem ég á, sem er þetta og ég held ég að vera búin að sýna ykkur þetta, ég man það samt ekki. Þetta gagn er sokkagagn úr Sokkaklúbb Sveinu. En mér fannst þetta passa bara svo vel saman svona, þannig ég ákvað að gera peysu úr þessu á mig og nota sem þráð upp alla peysuna, grátt hólsgarn. Og ég er byrjuð á peysunni og hún er komin aðeins, er þetta eitthvað snúið, já, svona, og það er svona. Það er sem sagt textiliturinn sem ég byrja á og svo lýsist það upp. Ég er að nota sömu uppskrift og mín rauðapeysa sem ég var að gera daginn, sem ég var í seinasta þætti. Ég er að gera sömu uppskrift, aðeins grófari prjóna. Hún má alveg vera aðeins víðara heldur en hinn peysan er. Ég veit ekki hvort ég hef gatamunstri eða hvað ég geri. Ég er aðeins að hugsa málið, en ég held að þetta hér gat er ekki nóg. Og ég á ekkert svona gat sem passar við. Ég fór eitthvað að kíkja í afgangana mína. Þetta var eina sem ég fann sem ég geti hugsanlega notað. Og þetta var ekki nema í einhverjar nokkrar umferðir. Þannig að ég held að ég þurfi að kíkja í einhverja búð og finna. Eða mér fannst líka koma svolítið vel út í peysunni sem að ég gerði. Það var að hún var svona dekkri og svo kom alveg svona litaskil. Hún var miklu ljósari að ofan, þar sem munstri kom. Og mér fannst þá bara að koma ágætlega út. Þannig að ég er ekkert, ég ætla bara að halda áfram með þetta svona og sjá svo til hvað ég geri í berustykkinu. Það getur vel verið ég fari bara í einhverja allt aðra liti, heldur en í svona blátóna. En þessi grái verður upp alla leiðina. Ég á svolítið svona bleika liti, skærbleika liti, ég veit það ekki. Kannski prófa ég það, eða annars þá þarf ég að kaupa garn. Af því að ég á ekki neitt svona sem annað sem myndi passa við. En það kemur í ljós. En þetta er allavega það er gott bíl að prjóna. Þarna þarf ég ekkert að vera að spá í neitt slétt og brugðið en eitt svoleiðis. Prjóna ég bara sléttar lykkjur og get kíkt út gluggann og svona, þannig að það er ekkert vandamál. Ég veist að þetta verði svolítið mikið prjóna núna á ferðalaginu. Ég er búin að vera að prjóna svolítið mikið núna undanfarið, en ég ákvað að hvíla það aðeins daginn og kíkti á gamlan útsaum sem ég á. Ég á alveg nokkuð stóran kassa fullan af gömlum útsaum og ég dró hann fram og var að leita eftir einhverju svona sem ég gæti saumað út. Og nota þá ullarútsaumsgarnir, já ennþá svolítið mikið af þessu
þó ég sé búin að hekla 2 teppi eða 3, að þá er ennþá eftir og það er líka ennþá verið að gefa mér svona ullarútsenskat, þannig að það bætist í þó að ég sé að vinna svolítið vel úr þessu, að þá kemur stundum svona smátt og smátt til mín líka. En ég allavega fann nokkur stykki sem að ég var að spekúlera í að gera eitthvað við. Ég fann þetta hérna. Þetta hefur átt að vera dúkur, en ég var búin að klippa bara útsemin frá og var að spá í að setja þessa liti hérna með. Síðan á ég hérna svona, síðan hafði mér áskotnast svona krabbi sporðdreki og ég fyllti úti hérna, var ekki alveg búin, það er aðeins eftir hérna, með sem sagt ullarútsensgatni, þá að sporðdrekinn sjálfur sé saumaður út með perlugatni, að þá fyllti ég út með ullargatni. Ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera við þetta, en mér finnst þetta allavega svona skemmtilega heldur en svona. Mér finnst skemmtilega að sjá þetta svona fyllt út heldur en að sjá svona vel í jafann. Og það getur vel verið ég fylli hérna svona kassa líka fyrir utan. Það kemur í ljós þegar ég er búin að ákveða hvað verður úr þessu. Þetta er eitthvað svona sem ég gríp í og fæ eitthvað svona bara æði. Já, heyrðu, ég ætla bara að gera þetta, svo veit ég eitthvað hvað ég ætla að gera úr þessu. Það var eiginlega bara að koma í ljós. En mér vantaði bara eitthvað verkefni til þess að geta gert svona á þess að hugsa. Ég veit að ég er með útsvarsverkefni uppi sem er Njálurefillinn, myndin Föru Kerlingar kjafta frá. En það er ekkert svona gert bara yfir sjónvarpinu eða eitthvað svoleiðis. Ég þarf að hugsa alveg vel þegar ég er að vinna það verkefni. Já, þannig ég greip þetta. Og svo tók ég líka annað. Og ég ætla að því þá var ég að fara í ferðalag og ég hugsaði, ég get nú kannski bara krosssaumað í bílnum. Ég þarf ekki alltaf að vera að prjóna. Og ég fann stykki sem að var svolítið svipað eins og þetta þar sem að var bara góður partur sem var ekki saumaður, og hér kemur mynd af því áður en ég fór að sauma í. Og núna er ég búin að sauma og fylla út í þetta og þá lítur þetta svona út. Ákvað að gera bara rendur. Það verður kannski ekki neitt rosalega áberandi munstur en samt, það sést alveg. Og ég tók bara svona dágóðan slatta með mér af gatninu og svo sat ég í bílnum og saumaði krossum. Og það er bara mjög gott að geta gert það og líka verið ekki alltaf að gera sömu hreyfingarnar. Og því ég er alltaf að vesenast með hendurnar að ég má ekki vera of lengi að gera eitthvað ákveðið. Þannig að það er voða gott að geta skipt um. Og þetta sem sagt kláraði ég. Ég veit ekki hvað ég ætla að gera við þetta. Ég sýndi vinkonu mínu þetta daginn og sjáðu það mér að segja er búið að hekla hérna í kringum. Og hún spurði hvort að þetta væri ekki bara fínn svona lítill dúkur. Ég veit það ekki. Ég á eftir að finna eitthvað verkefni, eitthvað sem ég get notað þetta í. En allavega með því að sauma svona, fylla út í, að þá vil ég frekar nota þetta. Nú er ég að komast aftur í útsvarsskýrin sem er bara fínt. Það er svo gott að geta skipst á
hvers konar verkefni maður að vinna og eins og ég segi að gera svona krossaum þá þarf maður ekki mikið að hugsa, sérstaklega ekki ef maður að fylla bara út í svona. Ég að fara aftur í ferðalag núna og þá ætla ég að taka með mér útsaumsgarn og ég var að spá í að það var alltaf hugsunin í þessari skyrtu sem ég í núna, það var alltaf hugsunin því ég keypti hana að sauma eitthvað út í hana, gera hana aðeins svona litríkari. Ég búin að vera að hugsa þetta síðan, svona hvað mér langaði að gera og í hvaða litum og hvernig, en ekki komist að neinni niðurstöðu. Búin að vera að kíkja svona á netinu og bókum hérna hjá mér og svona, en ég að spá að reyna að komast í gírinn núna og sjá hvort ég get ekki sett eitthvað svona, einhverja liti í þessa skyrtu. Undanfarið hefur tími minn líka mikið farið í tölvuvinnu. Þannig að fyrir nokkrum árum þá datt mér í hug að opna hérna vinnustofuna hjá mér og bjóða útlendingum að koma hingað og á svona workshop eða fræðslu erindi. Eða segja að halda svona fyrirlestur álfa eða halda fyrirlestur íslensku ullina, segja allt íslensku ullina og sýna hvernig hún spunnin og svona. Eða að þæfa engla. Og eins og ég segi, það eru nokkur ár síðan að ég hugsaði þetta og þetta tekur allt svona tíma og svo í fyrra, fyrir 2 árum síðan, að þá var ég svona nokkuð komin með þetta, svona hvernig ég vildi hafa þetta og ákvað jólin 2019, 2019, þá ákvað ég, í mars, þá ætla ég að byrja. Þá bara verður þetta tilbúið, ég setti mér þessi tímamörk, að í mars skyldi ég vera tilbúin og fara að auglýsa mig og opna vinnustofuna fyrir ferðamönnum. En hvað gerðist? Þeir hurfu. Og já, en nú eru þeir að koma aftur og ég ákvað, það er ekkert eftir neinu að bíða, ég bara að prófa þetta. En allavega, nú er ég búin að gera heimasíðu fyrir þetta verkefni mitt og vinkona mín, hún Ásdís, hún búin að hjálpa mér alveg svo óbúslega mikið með þetta og þó ég segi sjálf frá, þá þetta flott síða og ég rosalega ánægð með hana og nú það bara málið, hvernig fæ ég, nú þarf ég að finna út hvernig ég kemst í samband við útlendingana. Ég svona með nokkrar hugmyndir og ætla að fara svona að vinna að því og þetta verður svona í rólegheitum örugglega bara núna og í vetur svona með vinnu en gera það þannig að næsta sumar að þá verði þá vonandi meira að gera hjá mér í þessu. En já, heimasíðan heitir gunnhann.is. En ég held að ég segi þetta gott þá í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir halva mánuð. Bless.